komið í sæl. Helgarveðri var nú alveg prýðilegt á köflum og jafnvel sums staðar vorstemning í lofti. En við fengum síðan inn norðlæga átt hjá okkur í dag og hún hefur verið að gefa sér snjókomu norðan heiða en þessi norðanátt nú reyndar til þess að gera skammvinn því að við fáum hér lægð vestur af landinu og bakki sem kemur hér inn á vestanvert landið í fyrramálið og svona útlit fyrir að það verði næstu daga ríkjandi hjá okkur suðvestlæg átt og hún verður nú svona heldur köld. Við sjáum það að þetta kaldaloft að berast langt að úr suðvestri og sem athyglisvert í þessu korti til að mynda Stóribóli, það er bleiki liturinn hér yfir Norður-Ameríku og staddur hér vestur af Grænlandi. Hann verður svona dreginn aðeins til suðurs af þessari lægð sem að þrönga sig hér upp á milli Norður-Ameríku og Grænlands og það mun svona aðeins leka úr honum út á Atlantshafið á næstu dögum og það mun hafi för með sér að lægði verður nokkuð kröftugar þegar að halla undir helgina hjá okkur. En hvað svona nærveðri getum við sagt að þá er þetta staðan á klukkan 19, við sjáum að það að snjóa lítilega á köflum norðan til á landinu, þurrt að mestu hér sunnan og vestan til og jafnvel bjart á nokkuð víða. Og við sjáum að þegar líður á kvöldu og sérstaklega á nóttina þá nú fyrir að dregur úr þessari úrkomu norðanlands þessi bakki síðan nálgast úr vestri og verður komið hér inn á suðvestur og vestanvert landi þá í fyrramálið klukkan 8 og við sjáum það enn frekar hér, það getur snjóa frá þessum bakkabæði hér á höfuðborgarsvæðinu sem og víðar á vestanverðu landinu og lítið eftir af snjó komu hér nema svona stöku stað á norðausturhorni landsins og áttin verður síðan smá saman suðvestlæg þegar þessi bakki fer í gegn. Við sjáum það er engin aftakavindur í þessu svona heilt yfir 5-10 metrar á sekundu en getur svona rokið upp í éljabökkunum sem að koma hér inn þá fáum við kannski meiri vind stundarsakir. Annað kvöld verður staðan á þessa leið en orðið bjart veður að mestu leyti á norður og austurlandi en nokkuð dimmir éljabakka sem geta verið að koma hér inn á suðvestanvert landið og síðan fram til miðvikudags að þá breytist nú ekki svo ýkja mikið hjá okkur. Við erum með lægðin og sjálfa statta hér rétt vestur af landi og svona vind á svona suðlæg eða suðvestlæg og áframhaldandi él þá sunnan og vestan til og landinu og það verður staðan þá hjá okkur á miðvikudags morgun. Væntanlega verður það þannig víða við fáum næturfrost en daghiti á láglendi getur verið að fara skríða aðeins yfir núllið og á miðvikudaginn þá sjáum við að það verður svo að segja óbreytt staða, svona vindurinn hann getur verið nokkuð breytilegur, aðeins stífar hér sunnan til en hægur þegar norða dregur og á miðvikudagskvöld að þá nú svona mesti kannski þrótturinn farin úr þessum éljum, það svona lítilsháttar snjókoma á köflum en það kannski svona vísbendingu það að á fimmtudeginum að þá verður þó áfram él hér sunnan á vestanlands en síðan þegar líður á föstudaginn og þá muni veður fara ágerast þá fáum við hlýtt innskot úr suðri og nokkuð kröftug lægð sem að kemur hér upp á milli Íslands og Grænlands. Viðbúið að geri storm nokkuð víða og það lít að þetta verður talsverð úrkomi í þessu sunnan og vestanlands og það að leiðandi asaláka þar sem einhver snjór hefur safnast upp og svo svona spár eftir föstudaginn verða til þess að þetta verði nú munum fá nokkrar og nokkuð kröftugar lægðir bæði þegar líður á helgina og svo jafnvel fyrir hluta næstu viku. Þannig að það er svona suðvestlæg átt til að byrja með hjá okkur í þessari viku en fáum og svona tiltölulega kalt hjá okkur eða öllu það er svona útsinningur með éljagangi sunnan og vestanlands en síðan fáum innskot af hlýju lofti þá á föstudaginn. Og þetta er þá staðan hjá okkur annað kvöld við skulum fara betur yfir þetta loknum 10 fréttum. Verðið sæl.